Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við höfum verið að ræða dálítið líðan barna og líðan okkar allra í haust í kjölfarið á svona svolítið voveiflegum atburðum inni í Reykjavíkurborg og við höfum kallað hérna Rauðaborðinu ýmsa svona sérfræðinga og sem hafa reynslu af því að vinna með börnum og þeim sem líður illa, sálfræðinga og félagsfræðinga og skólastjórnendur. Það kom svona oftar en ekki í samræðunum upp svona eins og hálfgerð spurn einhverja aðra leið bara til þess að líta á vandann og líta á leiðirnar sem ættum að fara og þá varð mér að hugsa til gestana okkar í dag. Það eru góðir gestir, það er Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Senki Traustason sem eru zen-iðkendur, zen-buddisma iðkendur og raunar eru þið nú meira en það, þið eruð sko munkur og nunna eða prestur og nunna zen prestur og starfið meðal annars í er það ekki zen félagi sem heitir Náttagi? Jú. Það passar. Verið velkomin. Já, takk fyrir það. Takk fyrir Þetta er svolítið bólgin inngangur svona eins og þið virkilega bara koma með lausnina. Við erum ekki að fara kannski að finna það en og ég vil ekki Það var líka því að við vissum ekki hvernig við ættum að kynna okkur sjálf þannig að þú lendir í svolítið vesinni. Já, þú ert líka tónlistarmaður og þið eruð Við erum í allskyns, já. Og kennarar og meðferðaraðilar og ýmislegt, sko. Þannig að þið þekki nú það er ekki komið á tómum kofan hjá ykkur þegar svona rætt ákveðna vanlíðan landans. Get ekki tekið undir það að við erum svona sem einstaklingar oft föst í einhverjum vítarhingjum og kannski sem samfélag, eða hvað segir það? Jú, það er nefnilega bæði og það er svo mikilvægt að sjá það, finnst mér þannig að það er að því einstaklingurinn er hluti af samfélagi og síðan erum við í grunninn öll tengd, þannig að það þarf að líta á þetta sem og nálgast þetta mínu viti sem eina heild og að því við erum kannski vön því að skipta allir niður í box og svo lögum við eitt og þá skekkir það annað þannig að það hefur allt áhrif og svo mikilvægt að hafa heildarsýnina. Er ekki svona í buddisma yfir höfu kannski einmitt meiri svona hringhugsun eða svona tengslahugsun og ekki þetta svona afmarkaða boxahugsun eða hvað? Jú, það er líka, já, að því að þetta er vanlíðan sko, þá held ég að í buddismanum líka og í okkar iðkun að þá skiptir það svolítið miklu máli að sko að þekkja sína eigin vanlíðan og hvernig manni líður sjálfur því að beina athyglinni að manni sjálfum og hvernig maður er til og hver maður er líka að jú, að sko já, það er stundum talað þessa þessa mannlegu þjáningu sem að er buddhisma kallað samsara og það er með svona hringur. Það er maður kannski áttar sig á því þegar maður fyrir að skoða svona, ef maður skoðar sjálfan sig að maður er kannski alltaf að upplifa sig í kannski svipaðri stöðu alltaf aftur og aftur og maður kannski skilur ekki alveg af hverju það gerist. En svona þegar maður fyrir að skoða sjálfan sig og vera og bara, já, hlusta á sjálfan sig og sjá sjálfan sig að þá afhjúpa maður oft svona sín eigin þjáningamynstur sem að eru já bara það er langt erfiðast að það er mjög auðvelt að sjá hvernig aðrir eru sjáu þennan, hann er svona en það er mjög erfitt að sjá sjálfan sig. Já. Það er mikil áskorun. Já. Og það er svo líka skiptir svo miklu máli að sjá að það er oft svo djúpt, við erum öll með okkar sár og við komum á einhverju umhverfi og foreldrar okkar komum úr einhverju umhverfi og bara getum farið í kynslóðirnar og aftur og það er eitthvað sem að skilar sér áfram og við tökum við án þess að við vitum af því og
við erum vana verur, ég getum sagt sem svo, talandi þessi mynstur sem við síðan festumst í og við sjáum ekki út fyrir þau. Þannig að við erum að horfa á hlutina frá ákveðnu sjónarhorni og viljum laga þá, en okkur hættir til að laga þá þannig þeir fari sama farið af því að við erum að horfa á það þannig og það kannski þessi boxaskipting. En það nú líka einmitt, ég fekk sálfræðing sem fór að lýsa því hvernig bjargráðin sem fólk lærir og verður sér út auka mjög oft á vandan og fara áfram inn í vítarhringina. Þannig að þeir eru svo sem að lýsa því, en leiðirnar sem kannski margir sálfræðingar fara eru ólíkar einhver leyti því sem að þið farið. Þið gerir svona hringhreyfingu bæði það er eins og þið gerir þegar að vandinn eykst, þetta svona eins og snjóbolti en svo gerir þú allavega svona, er að beina ljósinu eða beina skilningunum inn á við að þá farið þið svolítið í öfuga átt, er það ekki? Já, eða svona að sjálfum sér. Það er nefnilega ef að maður vill breytingu að þá er mjög gott að vera breytingin sem maður vill, því að annars er maður alltaf að benda á einhvern annan og þessi þarf að gera svona og við þurfum að gera svona og vandamálið við í rauninni í fyrsta lagi held ég að við nálgumst jafnvel ekki erfiðar aðstæður sem vandamál heldur sem eitthvað sem er. Það sem er bara er í rauninni tjáning á okkar eigin hugsun og okkar eigin menningu og það sem kemur og það sem birtist er birtingarmynd okkar hugsana og í rauninni okkar það sem við myndum kalla okkar eigin þjáningamynstra. Og svo er þessi kollektífa þjáning þegar margir búa saman hver með sitt þjáningamynstur og allir að benda á hinn og þennan og þá myndast líka svona sem við kalla þessi kollektífa, við vantar íslenska orðið yfir það, þessi sameiginlega þjáning sem verður svona eins og sem er í rauninni bara áviðum samfélög og svo stækkum við myndina út í heiminn. Og svo er það bara heimurinn og stríðin og þetta kemur allt út af ykkur. Þetta er ekki bara, verður ekkert, í rauninni ekkert sem að verður til eða getur orðið til í tómarúmi. Allt sem birtist er einhvers konar afleiðing. Þannig að við myndum horfa á það þannig að það sem gerist út í heimi, þó að það sé landfræðilega langt í burtu, að þá erum við alltaf að endurspegla það sem að af því að það er allt tengt, það gerist allt á sama sem stundinni. Og zen-búddistinn byrjar ekki á því að fara í herklæði og reyna að laga vandan með því að vaða út í heiminn eða einhvern hátt heldur byrjar á því að snúa athyglina að sjálfum sér og aðferðin er hugleiðsla, ekki? Eða hvernig snúa menn við blaðinu svona? Já, en við getum alveg farið á stað og reynda að hjálpa og bjarga og það er ekki þar með satt maður eigi ekki að gera það, bjarga því sem að bjarga verður og hjálpa í aðstæðum. En jafnframt að taka sér alltaf stund á hverjum degi til þess að aðeins að skoða hver maður er og sitja með sjálfum sér og sitja með því sem er. Og það er það sem við gerum í zen og það er líka það er svona sérstaklega þessi zen hugleiðsla er einmitt að sitja með því sem er og þá er það ekki bara einhverju sem er að gerast einhvers staðar annars, það heldur bara með sínum eigin tilfinningum, sín eigin líðan, fara að sín eigin líðan. Kvíðanum eða óttanum og öllu þessu sem við erum að upplifa og bara finna það og sjá það og sitja með því. Segjum stundum stríðið er nær en okkur grunar og það er á við okkur að ef við sem einstaklingar eigum erfitt með að eiga í samskiptum og eigum ekki heilbrigðu sambandi við okkur sjálf, þá er það birtingarmyndin. Það er óhjákvæmilegt. En þessi aðferð er ekki svona bara eins og kannski svolítið hefur tekið upp, er það ekki af svona sölu aðilum, zen-merki, það er svona hitt og þetta sem er svona og zen-reykjelsi já, sem sjálfast er einmitt kannski af hennu góða og getur hjálpað, en ykkar aðferð hún er nú aðeins svona nákvæm og ég hef prófað að þetta er nú svona ekki auðvelt að sitja með sjálfum sér og
það mesta áskorunin að mæta sjálfum sér. Og kannski að fyrsta við myndum ekki vilja kalla það einmitt aðferð, heldur leið til þess að tengjast lífin okkar, að þetta snýst lífið okkar. Þannig að það ekki aðferð til að breyta einhverju, heldur leið til þess að nálgast lífið á þennan hátt. Í þessari innlægni að sjá það sem og vera með því sem Það er svolítið svona, líka þegar maður les sko búddískrit, eitthvað ég hef ekki gert mikið, en það sem ég hef lesið það er mikil áskorun bara fyrir heilan. Það eins og maður sé sko, skólakerfi okkar sé byggt upp mjög mikið í ákveðinu rökvísi eða ákveðinu svona framvindu hugmynda og þarna finnst mér maður oft þurfa að lesa öðruvísi eða skilja eftir, það ýmsar svona spurningar sem að vakna. Til dæmis eins og þú segir þetta með þetta sé ekki aðferð, þetta leið. Það ekki svolítið þannig að það ekki verið að breyting, sko, þið eru ekki að hugsa með ykkur og þið séu að breyta ykkur eða þið eru ekki að gera eitthvað mikið í vandanum eða hvað? Nei. En það gerist alltaf sama tíma. En það samt sko, þegar þetta miklu kannski skildar að því að sleppa tökunum. Að því að það að vera alltaf að gera, að vera alltaf að moka sig sko, úr þessari stund yfir á það næstu og bara moka sig þannig í gegnum lífi, það gríðarlega mikil þjáning sem felst bara í því vegna þess að þú gengst aldrei við þessari stundu að því hún aldrei eins og við viljum hafa hana. Þannig að það að viðhalda einhverju svona hugmynd eitthvað sem ekki einu sinni og reyna síðan að breyta þessu yfir í eitthvað sem þetta eiginlega dálítið galið sko og þetta krefst náttúrulega gríðarlegrar orku að bara standa í þessu. Þannig að hugleiðslan okkar að þetta spurjum það, hún meira að bara sleppa sem að þýðir þá að við þurfum að treysta lífinu. Við þurfum að treysta lífinu fyrir okkur að það í rauninni kunni að lifa og við séum hluti af lífi sem sama á þitt líf og hluti af öllu sem bara birtist hér og nú og við séum ekki aðgreind, að mitt líf ekki aðgreind þínu lífi eða lífi dýra eða bara í rauninni aðgreind neinu sem til. Þannig að það sem kemur fyrir eitt, kemur fyrir allt. Já, þannig að í því það gríðarlega léttir þegar það miklu erfiðar að viðhalda mokstrinum heldur en að segja bara ok, ég ætla frekar að bara sjá og ég ætla að treysta lífinu fyrir mér og bara það í því felst svolítið æfingin því að það að halda svona sterkt í hugmyndirnar okkar þetta kannski kynslóð eftir kynslóð eftir kynslóð, þetta ekki bara eitthvað sem að við finnum upp hjá okkur sjálfum, þetta bara já, þetta eiginlega bara held ég, mér finnst þetta bara að vera svolítið lífið og við höfum þennan möguleika að geta gert þetta. Að geta sleppt takinu. Og það að gera þetta að taka mjög skýra afstöðu með friði og jafnrétti. Það svona. Það nú stórt eiginlega, það nú stórt skref að taka og það sem maður sér strax fyrir svona einhverju efasemdarraddir leðanlega að hugsa það byrju og margir myndu óttast að ef þú ætlar að sleppa takinu og gera ekki neitt og hætta þarna eins og þú segir að móka sig út úr vandanum. En það fer ekki saman að gera ekki neitt vegna þess að það kemur bara frá gjörðin, hugsun og hegðun og viðbrögð koma frá öðrum stað. Og að því þú nefndi skólakerfið og að við værum í rökhuganum að það líka svona það sem við komum inn og meiri skilningur á taugakerfin okkar og hvernig það að því við erum með þennan hluta sem þessi ósjálfráða taugakerfi, ósjálfráða viðbröð sem eru varnar viðbröðin okkar og það má segja í aðstæðum eins og hafa verið að koma upp og í því sem að gerast í heiminum að það eðlilegt að bregðast við í varnarstöðu og annarkvort að fara í ótta, flótta og jafnvel frjósa og en það þýðir að við erum alltaf að bregðast við erum ekki eins og myndu segja svara lífinu og það það sem gerist þegar við setjumst niður og við byrjum að átta okkur á til dæmis taka eftir sér, já, ég finna taugakerfið mitt
í þessari stillingu og við sitjum með því og stundum það sagt að smám saman þegar við sitjum að þá þetta eins og með gruggugt vatn að svona smám saman að þá sest gruggið á botnin og vatni verður tært og það kannski það sem gerist að hlutinni verða skýrari af því að við erum þá í betri tengslum við okkur og lífið og þá sjáum við og upplifum það á annan hátt. Þannig að það er hluti af þessari svona einhvers konar rökvillu að hugsa að þetta sé ekki, það að sleppa takinu sé gerir ekki neitt og það að vera að iðka hugleiðslu eða að það sé þá sért að fara út úr samfélaginu og sért raunverulega að klippa þig frá lífinu. Þú ert að fara að lífinu. Þú ert að fara að samfélaginu, að þér sjálfum. Leðu fyrir að sjálfinu, þá fyrir að lífinu. Í rauninu getur ekki farið að lífinu því að lífið er hér. Það getur ekki verið hvorki nær né fjær. Þannig að í rauninu þetta er þetta bara orð sem maður reynir að nota til þess að segja að maður er að fara að einhverju. En í rauninu get ég ekki farið að neinu. Því að ég er alltaf hér. Þegar ég lapp út eftir þá er ég alltaf hér, alveg sama. Það hefur einhvern tekist að vera einhvers staðar annar staðar en hér. Þannig að í rauninu og þess vegna er þetta ekki aðferð til þess að koma upp erfiðar aðstæður og það þýðir ekki það að við höfum þetta að gera allt sem við getum til að hjálpa. En við getum líka byrjað að kenna og verið sjálf og lært sjálf að bara prófa að bara stoppa þess, bara stoppa. Og bara finna hvernig það er að vera hér þú veist og þá getur maður ef maður hefur þá erið í sér að stoppa og bara æfa sig í því þannig að þetta er líka bara æfing og að gefa til dæmis bara sjálfum sér það að stoppa eða gefa börnunum sínu það að stoppa með þeim og vera með þeim snerta þau og tala við þau og bara stoppa hætta að moka sig yfir á næstu. Ég hugsa að það bara myndi mjög fljótt held ég það þarf ekki eitthvað, maður þarf ekki að vera í 6 ári eða 12 ári og verða doktor til þess að við erum manneskjur og við lífverum við vitum hvernig við eigum að við kunnum lífið kann að lifa og við þurfum ekki að lesa okkur til það að ef við erum með börnunum okkar að og við höngum í símanum og snúum baki í þau þú veist, við þurfum ekki að fara í háskólan til þess að læra það. Við þurfum bara að stoppa. En það er hluti af því að tengjast, af því að við erum aftengt og þegar við erum aftengt þá erum við ekki í nánd og þá eigum við erfitt með að gefa sjálfum okkur, vera til staðar fyrir okkur sjálf og hvað það fyrir aðra og þar á meðal börnin okkar. Þannig að Rósi kennarinn okkar sagði alltaf að það besta sem ég geti gefið börnunum ykkar er að hugleiða, að iðka lífið ykkar á þennan hátt. Vegna þess að þá getum við gefið þessa athygli því við erum oftar í henni og meðvituð hana. En annars erum við aftengt og það þekkjum við öll og það sem gerist er að þetta er ekki annarkvort eða svo göngum við út í daginn og það er ýmis konar áreiti og áföll og sem að dynja yfir en að geta, eins og við segjum, komið heim, farið í andardráttinn og anda alveg niður í maga að þá getum við skapað frið hér og nú aftur og aftur og aftur þannig verður breytingin þrátt fyrir að við séum að gangi gegnum erfiðleika, þeir verða öðruvís það er sem við göngum kannski gegnum það á annan hátt og tökumst á við það á annan hátt það er allavega reynslan í gegnum þessi 25 ár það eru miklar breytingar sem verða en fullir þáttakendur í lífinu en að annars vegar erum við á fullu og stundum mikið að gera og eins og þetta fá okkur í þáttin það var bara heilmikið mál að finna tíma sem við bæði gátum komið á sama tíma það er líka lífið okkar en svo setjumst við niður og æfum okkur í að vera ekki þar það er að segja við setjumst niður í hugleiðsluna til þess að tengjast og geta þá oftar verið tengd þrátt fyrir það sem mikið að gera líka. En eins og þú ert að segja fyrir ekki, þú segir að það sé ekki, maður þurfi ekki að fá doktorsgráði í því að sleppa takinu, og ef þú segir bara foreldra, já,
sleppið nú samfélagsmiðlunum verið bara saman, þarf ekki samt einhvers konar einmitt æfingu, einhvers konar vitundavakningu, einhver tól til þess að En þetta er ekki viðfangsefni sem sagt rökhugans. Nei. Þetta er viðfangsefni bara lífsins sjálfs og manneskjunar og við erum svo margt annað en rökhugi. Við erum bara allar tilfinningarnar okkar og bara manneskjan, mannveran, það er maður, vera er eitthvað sem er. Við erum mannvera. En þegar við erum bara manngera, skilur, við erum alltaf að gera eitthvað, að þetta er að koma að lífinu á þennan nátt og læra að æfa sig í að vera hér. Það kallast að vakna, það kallast vöknun, að vakna til lífsins. Hvað er eiginlega mikilvægar en það að vakna til lífsins, vakna til síns eigins lífs og vakna til lífsins með börnunum okkar og fjölskyldinu okkar og bara öllu samfélaginu. Að geyma aðeins skurðgröfturinn. Það er náttúrulega, það er kannski ef það fyrir svo mikill ofboðsleg orka í að slökkva eldana. Þannig að þá getum við sagt að þetta er bara að sjá hvernig kveikna er. Getum við komið í veg fyrir að kveikni? Já, hvernig kveikna eldarnir, og getum við, þú veist, einmitt, í staðan fyrir að hlaupa og slökkva, þau sem hugsa bara ofboðslega mikið, en stundum þarf maður að gera það og það er alveg mikið líf, hvort sem maður er á, þú veist, Miklubrautinni í háanna tíma, eins og að sitja í hugleiðslu, það er alveg sama kyrrðin, hún er allstaðar. Maður þarf ekki að fara neitt til þess að finna þessa kyrrð, hún er bara allstaðar. Og maður auðvitað taka þátt í nútíma samfélagi eins og okkar samfélagi, við gerum það bara alveg á fullum krafti, en maður gerir það á allt annan hátt þegar að við vitum að kyrrðin er alltaf hérna. Vakandi sem sagt. Það er bara lífið vakir og það er vaknandi, allir hlutir hafa í sér vaknandi eðli vegna þess að þeir eru til, þeir hafa tilhneigingu til að vera til og þeir eru síbreytilegir og það er engin hlutur sem getur verið til í tómarúmi. Það verða allir hlutir að reiða sig á allt hitt sem er til, þannig að mitt líf reiðir sig á þitt líf og allt sem er. Hugsa, bara allt það sem styður mig til þess að ég geti verið eins og ég, loftið, vatnið, regnið, vindurinn, sólin, veturinn og allt. Þetta styður allt við lífið. Þannig að það kemur líka ákveðin þakklætistilfinning, þrátt fyrir allt. Að vera þakkláttur fyrir lífið, það er ekki eitthvað sem maður segir að maður eigi að vera, það er eitthvað sem kemur innanfrá. Bara þakka fyrir þessa stund. Það er kannski líka að þú sagðir, það er ekkit sjálfgefið og maður bara slekkur ekkit allt í inn á símanum og leggur hann frá sér og hættir. Þetta er alveg flókið vegna þess að við erum vanadýr og það er erfitt að brjóta upp vanan og við reiðum okkur á hann vegna þess að hann heldur okkur aftengdum að hluta til. Þannig að það þarf auðvitað oft átak og ásetning og kannski mest ef ég færi mjúkuleiðina að vera opin og forvitin lífið og að hafa löngun til þess að vera tengdur og löngun til þess að því við viljum öll vera hamingjusöm og í tengslum. Þannig að, en það er ekki, maður getur sagt, þetta er að hluta til einföld leið en hún er ekkit auðveld. En það er eitt skref í einu, þannig að þegar við byrjum, þá skiptir þetta svo miklu máli. Ég sé þetta stundum eins og þegar við erum í skekkju, þá erum við ákveðnu mynstur og sjáum við allt lífið frá ákveðnu sjónarhorni, en við vitum ekkit endilega, þú veist, að við erum í skekkju. En það er svona kannski eitthvað sem er að vakna og svona eitthvað sem ég myndi vilja hafa öðruvísi. Og það er þessi löngun og forvitni að segja, ok, hvernig gæti þetta verið á einhvern annan hátt? Og við höfum þannig möguleika að finna leiðir, til dæmis hugleiðslu, til þess að vakna og það réttist svona úr okkur. Og fyrir hvern og einn sem að vaknar, það hefur svo mikil áhrif, þannig að hver og einn skiptir mjög miklu máli að því við reiðum okkur á hvert annað.
stundum finnst mér vera, já, fyrir ekki. Já, svo það líka, það þessi sko löngun til þess að skilja og svo finnst mér líka að lífið kallar á okkur. Þessi stund hún kallar á okkur og segir halló, ég hérna, þú veist, sérðu mig ekki, er þetta að fara eitthvað, þú getur ekki farið neitt. Þú veist, það bara, og það bara stundum satt bara að hafa köllun, kannski við öll með ákveðna köllun að því að við leitum öll, við vitum ekki hvað það en það einhver tilfinning í okkur sem eins og sé kallað á okkur og þegar fólk kemur á námskeið til dæmis til mín upp í Sen sem orðið bara ansi vinsælt námskeið að það kemur að ákveðnu, það ekki bara að því að þau sá ykkur á auglýsingu, það köllun. Það kallar á okkur. Löngun. Já, og það það sem svo skrítið í öllu þessu haveríi og þessum erfiðu málum sem við erum að upplifa. En það alltaf friður hérna. Stundin alltaf í sjálfum sér fullkomin, í fullkomni, hún óbrotin. Og jafnvel í miðju stríði að þá fullkomin kyrrð. Við bara sjáum það ekki. Og svo erum við hérna svart og hvít, þannig að það annarkvort huglega eða ekki. Og það verður of mikið og mér finnst þetta of mikið og allt það. En þess ég segi hérna við byrjum smátt og vöknum smátt. Það skiptir bara, hvert einasta svona lítið skiptir mjög miklu máli. Þannig að við getum hugsað að við gefa okkur stuttastund, síðan getum við lengt hana, en það hjálpar til. Það hefur áhrif. En maður fyrir að hugsa þegar þið segir þetta hver og einn hefur áhrif og hver stutt stund í friði eða skiptir máli. Maður skilur að líka finnst mér einhvern veginn ef maður hugsar hitt, þar að segja að því þú nefnir ofbeldi sko og við vorum ég byrjaði hérna með vísun í ofbeldi barna. Að maður veit það að eitt ofbeldisverk skiptir miklu máli og breytir miklu fyrir mjög marga. Þannig að mann finnst stundum eins og hitt fái minni athygli. Það er að segja friðurinn. Já, friðurinn. Hvað friðurinn hérna við tölum minna það. Þessi sem ekki að beita ofbeldinu og næra að sleppa takinu. Það svo mikil einhvern veginn. Það svo skrítið að sko ofbeldi gerist í stund sem fullkomin friður. Það ekki ofbeldi og svo ekki ofbeldi. Heldur þessi stund, það svolítið erfitt að segja það, en þegar maður hefur, eins og ég bara upplifið þetta svo sterkt núna, að það alltaf friður, hér og nú. En það þessi friður sem heldur jafnvel utanum frið og ofbeldi. Að því það hérna allt til staðar. Ég skil þetta ekki samt. Nei, en ég skýr þetta stundum út. Ég var fyrir svona dálítið upplifun þegar við fórum til hérna Auschwitz við Gyða og hérna fórum, við vorum leitt hérna í gegnum hennan hryllilega stað og meðal annars gátum við og við gengum niður svona ramp sem að fólki hafði gengið, bara inn í gasklefa og við gerðum það, sá sem leitt okkur, kona sem leitt okkur hana. Og ég svona að horfa í kringum og mér verður svona litið upp það akkur þegar ég að fara svona inn í hurðina, inn í gasklefan og þá sé ég þarna svona lítið blóm sem að blaktir þarna í vindinum. Og ég hugsaði með mér, já, það alltaf friður. Þú veist, jafnvel í þessum óhugnaði, þá vindurinn og fuglarnir, sjórinn í sínu, það hvergi ekki friður. Jafnvel á svona stundu. En það ekki alltaf friðsælt? Nei, en það bara ekki það að því við sjáum allt sem annarkvort frið eða ekki frið og þú veist en þetta að sjá heild, það að sjá þetta ekki þegar ásýst af vöknun og þá hverfur þessi aðgreiningur. En þá líka ofbeldi í öllu eða svona möguleikin ofbeldi? Nei. Já, það alltaf möguleiki á rugli sko eða ekki rugli en bæði rugl og ekki rugl
verður að gerast í þessum fullkomna friði sem þegar til staðar. Þetta ekki, þess vegna getur rökhugurinn, hann getur ekki höndlað þetta. Nei. Vegna þess að hann verður að sjá aðgreind til þess að skilja. En þetta að fara að þessari stundu og finna að við erum hluti af öllu. Það að segja þessi rökhugur, hann stígur örlítið frá til þess að leyfa okkur að sjá að í hverju einustu stund fullkominn friður. Þetta er ekki að því að ég lasi þetta í einhverju bók. Þetta bara það sem að ég upplifi. Þú upplifir og þú ert prestur, þú ert að raunverulega leiðbeina, fólki það ekki, má segja. Jú. Einhvern veginn. Við erum í því að þetta svona svolítið okkar staður og við höldum mikið upp á þennan stað sem á Íslandi nátthagi og og það okkur hjartans mál. Það hjartans mál. Og við viljum styðja við aðra líka og að því við byrjuðum að tala heildina og að því þú talar ofbeldi og við erum kannski líka að koma að þetta ekki eitt aðskilið eitt ofbeldi og annað, þetta hluti af einhverju stærra, þannig að við og þetta snertir okkur öll, þetta á bæði við einstaklinginn og samfélagið og það svo mikilvægt að við horfum í grunninn af því að við ég segi þetta stundum að lýsa þessu við leka á þaki og svo erum við komið með rakablett á vegg og svo erum við að pússa og vonast til þess að það lægist en það auðvitað ekki fyrir við förum og lögum þennan leka að þá hættir þetta að koma fram. Förum upp á þak. Og það kannski það þegar við setjumst þá erum við að fara að rótan, við erum að fara inn í kjarnan. Og þegar við tengjumst þar og ef allir myndu sitja stund, allur heimurinn og tengjast á þennan hátt, þá held ég að enginn myndi vilja fara í stríð. Það eitthvað svona tengjast klukka friðin inn í sér eða svona opna fyrir hann eða ekkert kannski sér gjörð bara Já, af því við erum öll eitt, við eigum það sameiginlegt. Þannig að það áður en að verður til hugmyndin hvað landsvæði sem ég á eða hinn á eða hvernig ég lít út og hinn ólingu. Við erum í grunninn öll frá sama stað. Eða hugmyndin aðgreiningu. Því það bara hugmynd. Að eitthvað sé aðgreind hugmynd. Af því það getur ekkert verið aðgreind. En þetta ekki viðfangsefni hugans, þessi aðgreinandi hugur sem fallegur hugur auðvitað. Það ekki verið að segja að það sé eitthvað slæmt, heldur bara að vera að benda á og þetta það sem að rennur upp fyrir þessi egóið eða þetta sjálfið, þetta litla sjálf, það deyr. Það fer frá. Og ég hugsa stundum að það hljóti hafa verið það sem að gerist á krossinu hjá Jesú, það sem dó á krossinu var hans hugmynd aðgreininguna. Og hvað var hann þá? Þá var hann bara eitt með föðurnum. Og ég held að þetta sameiginleg mannleg upplifun. Ég held að ef allir, hvort sem maður eitthvað múslimi eða kristinn, eða maður bara gleymir því og við erum bara manneskjur, ef við setjumst niður á þennan hátt, að því þetta sannleikurinn okkur, þá komum við að sama sannleikanum. En það ekki fyrir við förum að segja hver hann sem við förum að rífast. En sannleikurinn bara sá sami fyrir allar manneskjur. Það hefur ekkert að gera með trúarbrögð í sjálfum sér. En hvar hugleiðsla í skólum til dæmis? Talandi aðgreiningu, þá erum við höfum ekki innleitt kannski svona þessa hugsun inn í skólakerfið að því að við erum upphaflega kristin. Já, en þegar að hugleiðslu koma inn í samfélagið okkur, þá hún einmitt notuð til þess að græja og gera. Sem ekki rétt, nálgun. Þá hugleiðslan, já, hún á að vera til þess að bjarga þessu og redda þessu og það verður til þess að þetta gerist. En það ekki, að því við þekkjum ekki þessa hugleiðslu. Við þekkjum ekki þessa, að því ég veit ekki, ég alveg eftir að skilja þetta sjálf vegna þess að þetta svo einfalt þegar þetta fellur frá, þá þetta svo einfalt, þá fara allar þessar hugmyndir bara frá. En ég skil vel að þú segir að hugleiðslan eigi að vera til að gera og græða þegar maður hugsar að það
það sem nú tíbeski Trumpa skrifaði spiritual materialism eða efnishyggja, hvernig raunverulega þetta andlega verður að einhverju tæki til þess raunverulega bara auka. Við fáum okkur bara förum bara í smá hugleiðslu til þess að vera þá duglegri síðan, svona smá púst og förum svo ruslumst og mokum áfram. Spiritual bypassing það líka talað að við í rauninni förum að einhverju en það við förum ekki raunverulega að. Svona andleg hjáleið. En þetta finnst mér, sem þú ert að segja, þetta sé þannig gjörð til dæmis, en ef þetta, finnst þér líka það eiga við ef það er til dæmis börnum þið bent á að hugleiða í skólanum eða hugleiða bara sjálf. Er það þá líka svona, finnst þér? Já, það verður einhverja sem veit að hugleiðsla er ekki til að gera og græja að kenna þeim það. Það verður einhver að vita það að til dæmis það sem að við tölum svona mindfulness sem kom nú alveg rosalegum kvelli inn og núvitund og eitthvað svona, en núvitund er hluti af til dæmis búddískri iðkun sem á að leiða okkur að hún er bara byrjunin. Hún er ekki til þess að losna við kvíða eða til að losna við neitt, hún er bara til þess að fara að. Og þegar við komum að þá fyrir við dýpra og dýpra og dýpra, hún leiðir okkur að til þess að sjá og spyrja sjálfur sig hver finnur kvíða og hvað er kvíði. Og svo rennur þetta tvennt saman, sá sem finnur kvíðan og kvíðin er ekki aðgreint. En þetta er þetta bara svolítið erfitt að segja þetta og ég heyri bara sjálfur að það er einhverjar heilaselur sem að klessa á hver aðra einhvers staðar. En þær eru voða mikið hættar að klessa á hver aðra hjá mér, sko. Það bara hefur bara svolítið fallið frá og það er bara ekki að því að það er einhver hugmynd eða eitthvað sem að ég las í bók. Ég held að sé erfitt að þú myndist á börnin, að fá börnin til að gera eitthvað. Við þurfum að vera fyrirmyndirnar, við þurfum að vera breytingin, við þurfum að vera hjálpin og stuðningurinn, en ekki senda þau í eitthvað, heldur að því að þetta er ekki spurningin það að gera eitthvað til þess að laga eitthvað. Við þurfum að rétta úr okkur, þá erum við búin að veita þeim skjól. Já. Og en þau getur nú samt líka, er það ekki byrja þess að þjálfun í staðinn fyrir að senda þau sem gerð þú og svo kem ég þetta skólakerfi fyrst og fremst þurfum við að mynda eins og gera að segja því að spyrja sér af hverju eru börn með vopn hvaðan kemur það? Þetta er börnin okkar, það er ekki börnunum að kenna. Það er ekki að hlaupa og afvopna börnin, það er það fyrsta sem fólk getur eftir, ef einhver með vopna þá þetta afvopna. En vandamál eru bara við sjálf, og við vitum ekki hver við erum. Og þau eru að bregðast við. Þetta er ekki einfalt, það er kannski hljómar einfalt, en þau eru upplifa ógn. Það er talað taugakerfi, það er stillingin á taugakerfinu er þannig að við erum í viðbragðsstöðu. Börnin eru í viðbragðsstöðu og við verðum svo hrædd þegar við komumst að því að börnin eru í viðbragðsstöðu af því að við erum í viðbragðsstöðu. Já, það er bara því það gerist ekki sjálfu sér. Allt samfélagið er í viðbragði. Þau stillast. Samfélag manna er bara í viðbragði. Taugakerfi þeirra stillist út frá taugakerfinu okkar. Það er það sem við erum að tala um, það sem ferist í gegnum kynslóð. Það gerist ekki sjálfu sér, þau stillast ekki bara, við erum með spegilfrumur sem að spegla, við speglum á hverju einasta andartaki. Já, þegar að vísindin fundur nú þessar spegilfrumur, það var nú dálítið róttækt. Já, mjög róttækt. Samt líka, við erum búin að vita þetta við 2600 ár. Búdda var fyrir 2500-600 árum, svo Jesú og svo margir aðrir kennarar sem hafa komið og sagt. Þannig að mér finnst nú alveg vera komin tími á að fara að skoða þetta aðeins. Og svo erum við að taka þessi element inn í buddísku elementin eins og mindfulness og svona inn í einhvern veginn púljun okkar og bara pesta henni þar inn og þetta er bara það nú ná að þetta redda öllu En það reddar einhver að því að við erum að nota þetta til að gera og græja. Þetta á ekki að vera nota til að gera og græja. Þetta tekið úr tengslum. Það er alltaf tekið úr. Það er það sem þetta snýst um. Við erum sítengt netið en erum ótengt, ótengtari. Þetta er bara, þetta er ekki, ég held að við bara hvetja okkur öll að við getum hvert og eitt verið sá eða sú
sem stoppar þessa keðju. Við getum bara staðið upp, það er möguleikinn hjá öllum og sagt, heyrðu, þetta getur ekki átt að vera svona og hérna bara stoppað. Og þetta, það er alltaf því ég segi þetta, þá hugsa ég alltaf hérna það sem Jesús sagði, bauð hinn-vangann. Hann segir, ég ætla bara að taka þetta högg og ég ætla ekki að bera það áfram. Að það er leðandi þú má gera það sem þú vilt, en ég ætla ekki að bera þetta áfram. Þú ræður hvað þú gerir, ég ætla að bjóða þér hinn-vangann. Ég ætla að vera sá sem stoppar. En svolítið spegla það líka, er það ekki? Hann speglar þetta, hann... Já, ég sé bara, ef að þú lemur mig og svo kem ég og lem þig og þá, ef að þá hætta einhver tíman, að þá þarf einhver að taka síðasta höggið. Að við getum ekki bæði bara, núna og hvað ert þú búið með mörg högg? Það þarf einhver að taka síðasta höggið og segja, það þýðir að bjóða hinn-vangann. Hann segir bara, og við getum verið sú manneskja sem bara stoppar. Vöknum, stoppum og vakna til lífsins. Það kostar auðvitað, það þarf að þjálfa sig, sleppa mynstrónum okkar og þessum við erum búin að venja okkur á í 60 ár, það getur tekið bara heilangan tíma, en það bara, fyrsta skrefið er bara að stoppa og bara segja, wow, ég er alltaf í sömu aðstæðunum og börnum mín eru svona og ég er bara helkvíðin og alltaf í símanum og skjálti. Það er alltaf margir sem að, lenda inn á hælum eða inn á og lenda í burnouti og drekka sér hel og fara svo inn á og það eru náttúrulega ýmis ráð sem fólk lærir og hérna til að slökkva eldana. Já, til að slökkva eldana, kannski einmitt svo ákveðin svona skringilegt tímabil þegar að fólk hefur játað sig sigrað og telur sig hafa sleppt takinu kannski, en sleppir því kannski ekki alveg, ég veit ekki. Af því að þetta liggur oft svo djúpt og það er svona líka hinn angin af því sem við erum að vinna við einmitt að vinna með að skoða ræturnar, þar að segja bara í okkar lífi, að skoða hvaðan við komum og hvaða áhrif það til dæmis hafað okkur alast upp í okkar umhverfi, hvað erum við að bera áfram og það eru áföllin okkar og þessi sem verða þessum mynstrum og við skiljum það ekkert endilega af því að það er eitthvað, við þekktum ekkert annað. Þannig að það er þess vegna sem svo mikilvægt að fara í og átta sig á hvað þetta snýst, því annars erum við ekki með, þá erum við alltaf aðra sín og erum að reyna að pússa vegginn af því við vitum ekki, það er leki, við vitum ekki hvað hann er. En þetta er einmitt þess að tölum aftur, þetta er svolítið róttækt því að þú ert ekki bara setjast í hugleiðslu og einhvern veginn gleyma öllu, svolítið heldur þetta og bara verið í núin eins og núi sé alveg aftengt, bara núi í einhverju engu. Nei, þannig að þú ert raunverulega að horfast í augu við allt sem er og eins og einhvern veginn og þú ert að horfast alveg. Já, og skoða hvaða hugmynd þú hefur það, þú veist, hvað er að gerast, ef þú sest niður og bara ákveður að veita þér sjálfum athygli og þá, ef þú situr í svona hálftíma 40 mínútur, þá færðu svona þverskurinn svolítið að því hvað þú ert að hugsa og getur bara tekið eftir því, já, kemur þetta, en þú leyfir því ekki að maður festist ekki í hugmyndum, maður verður svolítið bara vitni af því hvernig er að vera ég og það er það sem við köllum, það var hægt að kalla vitund, sem er alltaf, það er alltaf vitund sem er alltaf hér, það er eitthvað sem veit það er eitthvað inni mér sem ég get sem veit alltaf, ekki veit eitthvað, þú veist heldur bara veit að þetta er hér og svo erum við alltaf að analysera það sem kemur inn, en við sleppum því, bara leifum, bara skoða hvernig það er að vera ég akkurat núna, hvernig er það? Ég var beðin einmitt að tala við Rossi sem meistarann einhvern tímann fyrir mörgum árum og mér fannst það mjög gaman áskorun að lesa og undirbúa, en svo var ég þá boðin að koma á svona og hugleiða, sitja í 3 daga og það, ég verð nú þá svo miklu erfiðara, miklu meiri áskorun heldur en þetta undirbúa spjallu og tala og svoleiðis. Það var mjög mikil upplifun verið að segja. Já, af því að við heldur hugleiðslega, hún er svo miskilin, það er alltaf þetta eins og sen hefur ekkert með það að gera að slappa af.
Nei. Þú veist, fólk heldur það mjög mikið og ég skil það mjög vel. Ég skil það. Ég veit ekki hvað það er. Og það er bara ósköp eðlilegt að halda á það, en að hugleiðsla sé eitthvað að slappa af og það er svona heyrir maður stundir, já þú ert alltaf í hugleiðsla eða ekki? Já, ég fer nú til tenni meira, þú veist, eða þú veist, ég sagði já, ok, það er, þú veist, ég veit ekki hvað ég á að segja, vegna þess að hugleiðsla hefur ekkert með það að gera að slappa af. Það er bara mjög gott að... En þess vegna er líka gott að tala um það og útskýra vegna þess að það eru ekkert margir sem er endilega að hugsa um það og vita um það og hérna við þurfum að svona leggja okkur fram við að mæta fólki þar og hérna ekki alltaf auðvelt. Eigum að benda kannski á, eru þið ekki með einhvern vef eða einhver upplýsingar? Sen.is. Sen.is, nú það er nú einfalt bara, sen með setu sko. Já, og svo er það Heill heimur og þar erum við svona á aðeins öðrum, annari svona setteringu að gefa styðja við fólk í svona viðtölum og samtali og við erum með námskeið og þannig að þetta eru svona 2 vettvanga má segja, annars er Heill heimur heillheimur.is og svo sen.is, það sem er svona búddismin. Sem er búddismin. Þó að grunnurinn okkar sé að koma alltaf það. Grunnurinn okkar er búddismin. Hvernig fóruð þið inn í þetta? Hvað var þetta? Sáu þið auglýsingu eða hvernig heyrið þið þið og hvernig vöknuðu þið? Ég fór hérna að því hann var byrjar að sitja þegar við kynntumst. Þá spurði ég hann. Það er 25 ár síðan? Það er meira. Nú? Já, 25 ár síðan ég byrjaði. Og ég sagði við hann, má ég koma með þér? Það var bara ekkert mál. Og ég fór og satt í 40 mínútur sinnum 2. Ég var svo berjáluð þegar að hugleiðslan var búin af því að þetta var eitt af því bara erfiðasta sem ég hafði gert að hérna, sitja með sjálfri mér í þessari þögn, þetta var svo yfirþyrmandi og ég baði ekki heilt ár, ég sagði bara tala ekki um þetta. Það var ekki talað um þetta á heimilinu Það sem ég hugsaði var bara það er náttúrulega eitthvað að þessu fólki hefur ekkert annað en að gera hérna heldur en að sitja og þegja. Ég bara botnaði ekkert í þessu. En það var samt eitthvað svona dýpra sem togaði. Það er kallurinn, það er eitthvað sem kallar í jók. Árið síðan vorum við komin upp á fjall í Kaliforníu og vorum þar í hálft ár. Það var hérna ofboðslega góður en oft erfiður tími. En hérna já, þú kynntist þessu gegnum kennarinn í Boston, er það ekki? Jú, þegar ég lærði píanó, jazzpíanó, þá var kennarinn minn þar sko sen nemandi, það má segja að hann vissi um sen og hann var samt að kenna mér á píanó en þannig bara vissi, eða svona, heyrði ég fyrst eiginlega þetta orð kannski og bara vissi samt ekkert hvað þetta var en mér finnst það bara svo mikilvægt að við vöknum til þessara stundar. Þú veist, það er ekki skyndilausn en það er eina lausnin. Og það er bara alveg svona. Já, það er engin önnur lausn vegna þess að þetta er heldur en að sjá það sem er. En það þýðir ekki að maður verði einhver svona zombi og bara, þú veist, geta það er miklu skýrari hugsun og miklu einfaldara líf. En að spila á jazzpiano, varstu þá ekki að einhvern veginn horfast í augu við? Ég þurfti að horfast í augu við vitlausu nóturnar mínar. En ég hugsaði með mér sko, þegar, sko núna þegar ég hugsaði sko, mér þykir jafn vænt vitlausu nóturnar og réttu nóturnar. Það er bara mjög góður staður að vera á. Vegna þess að virðið mitt er ekki invested eða ég set ekki virðið mitt í eitthvað sem í mín mistök. Þau hafa ekkert að gera með það að ég sé heil manneskja. Ég er alltaf heil manneskja áður en ég ger einhvað. Hvort ég gerir mistök eða gerir ekki mistök. Það er til dæmis bara eitt. Og bara til dæmis að losna við það. Ef maður ekki setur rangar nótur bara yfir í bara venjuleg mistök sem við gerum öll, þú veist. Að þegar maður gerir mistök að þá er maður mismunandi mikið þó, örugglega, að lemja sig niður og maður kannski virkar ekki þannig út af en inn á við, þú veist, að því að virðið er ekki á réttum stað. Virðið er hér og það er heildin eins og hún birtist okkur hér. Það er virðið okkar, það erum við. Það er þetta heila. Og það er bara,
það er bara allt annað líf, það er umbreyting. Og umbreytingin kemur svona bæði eða bara strax og smá saman og kannski ekki takt að tala það ekki kannski að útskýra það í tímanum hún getur komið sem hún getur komið sem svona innsýn, svona allt í einu sér maður allt í einu bara hverfur aðgreiningin og maður fær að sjá, en svo koma mynstrin aftur og mynstrin mín þau koma alveg sko, og þau svona þú veist trufla mig aðeins en þau ná ekki að festast þau ná ekki að festa. Kvíði minn hefur sem að var nú fylgi Sveinn og ég þekki hann mjög vel, kvíðan, að það hefur eiginlega bara, hann stýrir ekki lífinu, en það er stundum sagt að sársökin sé óumflýjanlegur en þjáningin er valkvæm. Þú veist, það eru þetta margt sárt í lífinu og það er ekki það, en það er bara í hvaða jarðveg þessi sársauki fellur og hver lengi er hann í systeminu, kannski allt lífið og kannski erum við að stýrast af áföllum og erfiðleikum, þú veist, allt lífið og bara við sjáum ekki leiðin út. En það er alveg til leið út. Að staldra við stund og hlusta og hlúa þannig að sér, heyra hvað hjarta segir. Við erum náttúrulega aldrei jafn vond við neina manneskju okkur sjálf. Eða þú veist, við skömmum ekki held ég neitt nema eins mikið og ég stundum hugsa ef það væri einhver hliðin á mér að hvísla í eyrað á mér þar sem ég segi við sjálf á mig. Ég myndi hringja lögreglan strax. Já. En zen-búddismin, eigum við nokkuð að fara í þessu spjalli út í hvað greinir zen-búddisman ef við nokkuð að fara út í aðgreininguna frá öðrum búddisma í vakningunni og Nei, þetta er allt góðar leiðir og allt færar leiðir og allar þessar hefðir eru bara frábærar og ef við, þú veist, þetta er auðvitað líka í kristnu hefðinni, þetta er í öllum þessum hefðum en senleiðin er mjög svona, hvað ég segja, bara svona beinskeytt með svona einfalt og bara afdráttarlaus og þannig að hún getur líka þannig flækst að því hún er of einföld að þá þarf ég ekki að gera eitthvað, á ekki að vera að gera eitthvað, þetta er ekkert fyrir mig þannig að það er bæði, þú veist, og þá er gott að hafa kennarar sem getur talað við En við myndum aldrei ætlast til þess að geta tekið þátt í maraþonhlaupi á þess að vera búin að hlaupa eitthvað og æfa okkur. Þannig að þetta er æfing líka. Þannig að það á alveg það sama við það sem er innra með okkur og að tengjast því að það þarf ástundun og iðkun. Þannig að það lítur sem lögmálum, sko. Það er svo skrítið okkur, maður getur ekki bara sleppt strax. Já, svo furðulegt. Já, það er svona, en þetta er survival kerfi. Það er svona, sleppum við ekki strax af því að þessi að halda í og í viðbragðinu að þetta ásýna rætur í því að lifa af. Og þetta er kynslóð. Þetta er alveg síðan við vorum sko einfrumungar í drullupolli, sko. Þetta hefur ekki slitnað neitt síðan þá. Þetta er bara, og við erum með þetta allt saman í okkur. Við erum alla þessa að hugsa ykkur að lifa bara þetta af og vera lífvera, svona lífvera núna. Það er nú alveg magnað út af fyrir sig. En að því leyti er líka, sko, eigum við auðveldra með að fókusurum á hætturnar og það sem er erfitt og af því að við erum það er viðbragðið, við erum tilbúin til þess að takast á við það eða bregðast við að finna leið til þess að lifa af. En vísindin hafa þau eitthvað kannavitið það, hvort að það með hugleiðslu, hvort náist einhvern veginn að hvort taugakerfi endurstillist eða? Já, það hefur náttúrulega verið rannsakað mjög mikið og helsti svona bandamaður sen í dag og þessara vöknunar aðferða eru vísindin. En það er líka því að við skulum segja að það að vakna til lífsins, það er að vakna sem þýðir að þú ert miklu, eins og kennarinn minn sagði, it might save your life. Vegna þess að maður er ekki, sko, að vera sofandi er að vita ekki hvar maður er. Þannig að ef maður veit ekki hvar maður er, þá getur ýmislegt verið að gerast. Þannig að slysin gerast að því mikið, ég er ekki að alhæfa kannski, en
mikið af slysum gerast að því við erum sofandi. Við erum í símanum á Miklubrautinni. Þú veist, þetta bara að vera sofandi og höldum að þetta streitukerfi á einhverju fight flight og þá séum við betur í stakk búin að það bara að vakna á þennan hátt og sleppa þessu þýðir að maður vaknar og maður er miklu meira vakandi sitt nær umhverfi og bara allt. Þannig að því leitinu til það hefur með bara að lifa af að gera líka, bara við lendi ekki í slysum og hérna Wow. Það er bara við vaka taka eftir bara hljóðum og bara það er ekki að þú ert í einhverju svona viðbragði heldur þegar maður er bara vakandi þá er bara þessi vitund og svo auðvitað streitukerfi kikkar inn ef það þarf að gera það er ekki þar með að verða einhver zombi þvert á móti við erum zombi, þetta er sofandi samfélag við erum meira lifandi, með því að vakna eru við meira lifandi, það er ekkert einhver svona það er bara zombi, við erum bara zombíar þegar við erum sofandi, það er bara þannig við erum svona hvorki né við erum ekki alveg einhvern veginn lifandi en við erum heldur ekki alveg sofandi ef við einhverstaðar þarna á milli bara Ég held að séu með margir og að finna alveg fyrir því sem að vilja og langar og eru að finna feta einhverja leiðir og það er að finna leið til þess að iðka lífið sitt, vera með lífinu. Ég held að það skipti, það eru margar leiðir til þess. Já. En það er, það sem þarf að stoppa. Og það þarf að vera, við þurfum að vera með okkur, við þurfum að heyra. Og við heyrum ekki gegnum annan hávaða ef einhver talar okkur í gegn. Það er öðruvísi heldur en að sitja með og heyra í sjálfum sér. Við þurfum náttúrulega líka þennan ramma, þú veist, það er ekki hægt að ákveða nú ætla ég að vakna og hvað ég að gera, ég bara að vakna, en nei, það er ekki hægt. Við þurfum þessum í seni til dæmis bara mjög formið er bara mjög sterkt og þarna kemur annað fólk og þarna er bara ákveðan og svona, þetta er eins og líka bara eins og í fótbolti að það eru reglurnar sem gera, það er formið sem gerir leikinn skemmtilega, að það má ekki taka með höndum og svona, þú veist, það væri allt annað leikur. Þannig að sen er bara með svolítið skýran ramma sem allir geta komið inn í en það truflar mjög marga að þurfa, þú veist, það er svo margt sem truflar og það er alltaf hugmyndirnar okkar sem trufla, sem eru fyrir. En inn í þennan ramma geta allir komið prestar, kristnir, hverjir sem er, af því að þetta er ekki, þetta er bara mannlegur, þetta er bara mannleg iðkun. Það hefur ekkert að gera með eitthvað. Þannig að það þvælist heldur ekki því að til okkar koma líka prestar sem er að skoða og og byrja að iðka á þennan hátt. Það er ekki einn á móti öðrum, það er ekki eitt aðgreint fyrir öðrum. Við veljum milli Jesú og Búdda og... Nei, þeir sögðu bara það sama nema aðeins á annan hátt. Og það er þetta mismunandi vaknar, þú veist, fólk vaknar, það eru mjög djúpar vaknanir og það eru mismunandi, það eru allskyns svona vaknanir, það sem þetta á allt saman sameiginlegt er að þú vaknar til veruleikans. Sem er hér, það er mestir möguleikar á því að þú viti hvað þú að gera ef þú veist hver þú ert og hvar þú ert og þú getur gefið samkennd, kærleika og gefið börnunum þínum athygli og snertingu og það sem þau þurfa þá næringu og þannig getum við gefið hvort öðru næringu. Þú veist, mér finnst það að vera mesti, þetta er ekki svona að græja eitthvað, þetta myndi taka alveg, en við þurfum að vera að vinna í þessu, við þurfum að vinna í því að vakna og meðan þurfum við líka að vera slökk á elda því að það er svo margt sem er í gangi, þú veist. Já, eitt útilokar ekki annað. Nei, við þurfum að gera bæði. Við þurfum að gera bæði að það er eldur, ef kveiknar eldur hérna, nei, ég er að athuga hvernig kveiknaði. Nei, það er ekki alveg það, við þurfum að slökka á eldana, en við þurfum að vinna. Að því að fara rótunum og grunninn. Við verðum að gera það. Vilja, hlúa að og veita, vera með lífinu, ekki vinna mótið því. Já. Því lífið er ekki hugmynd. Nei, lífið er bara lífið. Akkurat. Kæra þakki fyrir að koma og ég vona hlustendur og áhorfendur hafi svona, ég veit ekki, fylgt okkur eftir kannski í bara þessuru, já, maður þarf svona svolítið að snúa einhverju
ekki bara í huganum heldur öllum. Má ég hvetja hlustendur til að bara koma, þú veist, að hafa samband við okkur í sen.is, sen.is, af því að það er það sem við viljum fá fleira fólk í að bara vakna með okkur. Það er opið hjá ykkur. Við erum með dagskrá. Það er dagskrá allt árið, en þú veist, yfir hásumarið kannski. Við erum með ákveðna það er ekki verið neinu söfnu eða svo leiðis, það er bara með mig að koma. Það er bara með allir koma og þetta er bara einfalt og bara og takk fyrir að koma hinga til okkar. Takk fyrir að fá. Takk fyrir að fá, bara rosa gaman að koma til. Já, mjög svo gaman. Spennt við erum alveg. Já, mjög gaman og svo einmitt þetta stoppa, þá bara maður langar eiginlega til að halda áfram bara mjög lengi en koma til ykkar aftur. Það er Gyða Dröfn Tryggvadóttir og Ástvaldur Senki Traustason. Kæra þakkir fyrir að koma og segja okkur frá sen og frá hvernig við getum vaknað. Já. Takk fyrir okkur. Og hlustendum og áhorfendum þakka ég kærlega fyrir að vera með okkur og eftir smástund höldum við áfram að ræða málin. Þarftan að tala af borgarfulltrúa. Borgarfulltrúar Sósíalistaflokksins eru með viðtalstíma alla mánudaga klukkan 13:30 til 14:30. Það þarf ekkert að bóka tíma, endilega kíkjum við í Bólholt 6, 105 Reykjavík.